Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við erum með samstöðuna í Bolholti 6. Þar húsnæði sem við köllum Vorstjarnan, Alþýðuhús. Hérna alls konar fyrirbrigði til heima. Hérna Sósíalistaflokkurinn og leigjendasamtökin PEP, félag fólks í fátækt. Vorstjarnan sem styrktarsjóður sem styrkir frelsis og hagsmunabaráttu hópa sem hafa kannski ekki efnahagslega burði til þess að standa undir henni sjálfir. Hérna mótmálarhreyfing sem hefur reynda legið svolítið niður sem heitir Við fólkið í landinu, stóð fyrir mótmálum á Austurvelli hérna gegn Íslandsbankasölunum á sínum tíma og margt fleira. Það salur hérna frammi sem við sjáum fyrir okkur að verði í framtíðinni svona hluti af dagskránni hérna á samstöðinni. Að það séu tækifæri til þess að vera með þætti sem að verða með, sem kallað áhorfendur í sal. Og það margt annað hérna. Og eitt af því sem í þessu húsnæði gluggagalleriði Stétt sem opnaði fyrir 2 mánuðum síðan með samsýningu margra listamanna sem var mjög áhugaverð sýning og ólík verk sem að röðust þar saman. En hugmyndin var náttúrulega alltaf svo að þetta verði gott sýningarými fyrir einkasýningu og fyrsta einkasýningin hún verður opnuð hérna á morgun. Það verður opnun í Bolholti 6 í Alþýðuhúsinu klukkan 5 að þá opnar sýning Steinunnar Gunnlaugsdóttur sem hingað komin. Takk. Já, og takk fyrir að sýna hérna í þessu sýningarými okkar. Já, minn heiðurinn. Og þú ert búin að vera hérna, náðir hérna bara frammi, þú ert að setja hana upp. Komin upp. Já. Við erum komin upp, þannig að hún bíður núna bara í myrkrinu og svo verður kveikt á morgun. Viltu segja okkur frá sýningunni? Ég held að sé best að segja bara sem minnst sýninguna áður hún opnar. Já, hún tala kannski bara mest fyrir sig sjálf, en hins vegar finnst mér alveg spennandi að tala þetta rými. Já, svona gluggagalleri, sem náttúrulega skemmtilega því að þetta svona drive-thru. Þú getur komið. Og raunverulega getur komið inn á bíl bara kvöldi til og lagt honum og hort á sýninguna í gegnum bílrúðuna. Algjörlega. Þetta ekki að komast út. Já. Það hafa verið svona gluggagalleri hérna. Já, það hafa verið gluggagalleri og mér finnst gluggagalleri mjög skemmtileg út í að þau eru opin allan sólarhringinn. Já. Og fólk getur svona meira svona rambað á þau. Þú veist, þetta er rauninni eins og útilistaverk nema að það ekki að venda fyrir veður og vindum og öðrum elementum eins og hérna flest útilistaverk sem bara, þú veist, það er það bara annar faktor, þú getur nota allt öðru sér efni og bara verið með annars konar verk þegar það er rauninni vendað en hefur svona sama element og útilistaverk að, þú veist, allir geta bara svona einhvern veginn rambað á það og séð það. En samt þau svona eins og tvívíð. Þetta er næstuði bara svo sjónvarskjár. Það er svona smá dýft í þessu. Akkurat. En þetta er eiginlega bara tvívíð. Já, þetta er svona kannski svona lágmynd. En ef það er skúlptúran inni þá ertu eiginlega bara að sýna næstuði það hefur bara eina aðkoma að hann. Svona að vissu leyti, já, lágmynd. Þetta er eiginlega lágmynd. Svona, já. En þegar við báðum að halda sýningu, þá náttúrulega verður að taka tillit til þess sýningarýmisins sem gluggagalleri. En þetta með þetta sé svona, þarna fyrir innan sé svona hitt og þetta, samstöðun og Sósíalistaflokkurinn, leigjendasamtökin, PEP, þetta samhengi. Svo erum við reyndar í götu, þar sem Kauphöllin er hérna hinum við götuna. Já, Valhöll. Valhöll er hérna aðeins var. Einmitt. Bakari. Og já, auðvitað er þetta samhengi, þú veist, en hérna það persónulega truflar mig ekki, sko. Þetta er bara skemmtilegt. Þú settir bara upp þessi sýning, þú getað sett hana upp í gluggagalleri á Hverfisgötunni? Já, bara alveg eins, sko. En þú veit að þetta er verk sem er í takt við heimsmálin? Já, Ná svona erindi. Þetta er svona einhvers konar ljóðræn úrvinnsla. Á kannski, hérna, ég ætla ekki að fara langt inn að passa mig, hvað ég segja. En þetta er svona einhvers konar ljóðræn úrvinnsla á kannski
margsögðum sannleika eða þú veist, einhverju sem er búið að segja oft en kannski á nýjan hátt. Ég segi það kannski á nýjan hátt. Þú ert pólitísk í listinni eða? Já, ég myndi segja það sko, eða þú veist. Á hverju? Já, fyrir mér það bara einhvern veginn óhjákvæmilegt. Það kemur bara einhvern veginn í gegn. En þú veist, persónulegt pólitískt, þetta rennur einhvern veginn bara alltaf saman, þú veist. Mis kannski skýrt eða beint. En þetta með, ég heyrði þið tala um það frammi að það væri vantaðilega fleiri svona sýningarými þar sem að væri ekki sölugalleri eða þar sem að listamenn þyrfti að borga háa húsalegu. Já, mér finnst það sko. Það vantar meira svona, ég upplifa sér svona búið að vera seinustu ár svona skortur á listamannareknum rýmum sem að hafa bara aðeins aðra funksjón heldur en kannski stóru sýningarýmin, söfnin, sölugalleríin, allt þetta, þú veist, þau hafa, já, bara, þau eru bara annars slags og það koma bara annars konar verk oft upp í þannig rýmum og það sem er mikið svona, þú veist, fólk er svona do it yourself og já. Ég held að það er líka við sko tónleikasali. Já, algjörlega. Það eru svo dýrt að vera í þeim og að það vantar eiginlega svona rými. Það vantar eiginlega bara starra almannarými á Íslandi. Já. Það sem er hægt að vera með eitthvað hittast og vera skiptast á skoðunum og skemmta sér á þess að eitthvað sé að græða því sko. Já, svona einhvers konar torg. Já. Já. Og gluggagalleri er náttúrulega hluta því. Það er opið fyrir að vera að sýna fyrir hundamannafótum. Já, algjörlega. Það er í húsinu er tungumálaskóli. Já. Þannig að kemur, hvað sé tekið eftir því þú varst að setja upp að það er mjög fjölþjóðlegur hópur sem að labbar framjá. Já, mikið gangandi vegfarendum. Mikið gangandi vegfarendum, það er bara töluverð traffíkina. Þannig að sömuleit er þetta skemmtilegt sýningarými þannig og þetta velta fyrir þér sko hvaða torg þetta er. Akkurat. Ég held að það móti mest torgið, það er tungumálaskólinn hérna uppi. Já, það er alveg frábært sko. Já, mér finnst það mjög góð gluggi, hann er líka þetta er ekkert slor. Hvernig það? Hann er bara svo stór, bara risa stór, hann er 4 metra langur og 2 metrar á hæð, þetta er bara risa rými. Við erum reyndar í baráttu núna við húsfélagið, þegar þeir ætla að skipta glugga þarna og þá koma svona 2 póstar hann í miðjunni sem er svolítið frekir. Við erum að reyna að fá þá til þess að gera undan þá þarna, þannig að verði sko heill gluggi. Já, það var algjörlega málið. Sjáum til hvernig ekki gengur. En við lakka til að koma á opnuna hjá þér á morgun. Já, bara öll velkomin. Öll velkomin. Já. Og allir velkominir, öll velkomin. Bara hvernig sem fólk vil hafa. Allar velkomnar. Já. Herðu, kæra þakkir þinn. Já, sjáumst. Já. Herðu, en við höldum áfram við rauðaborðið að næsti gestur er rétt handa við hornið. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.